hart og skart. Gómum síðan boltan af gömlum sið og gerum alveg drumum að. Upp í stúku allir stappa, standa upp og klappi senn. Bæjarstjórinn reynir að rappa og rokka fyrir sína menn. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Já, verið velkomin á leik Akureyrar og Fram í 16. umferð Ólistæða kalla. Hér risaslagur að fara fram. Liðin eru jöfn með 11 stig í 7., 8., 9. og 10. seti ásamt Gróttu og Stjörnunni. Og mjög mikilvægt fyrir bæði lið að ná sigri hér í dag til að koma sér í góða stöðu fyrir jólafríið sem að hefjast núna. Þetta lokaleikur í deildinni. Framarar unnu fyrirleik þessara liða í Safamýri í hörkuleik sem við sýndum líka hérna á Akureyri TV. Og nokkuð ljóst að Akureyri við hafa harmað hérna. Rennum aðeins yfir liðin hér í dag. Í liði gestana markmennir eru Daniel Þór Guðmundsson og Viktor Gísli Hallgrímsson. Útileikmenn eru Þorgeir Bjarki Davíðsson, Lúðvík Þorberg Arkelsson, Valdimar Sigurðsson, Sigurður Þorsteinsson, Bjartur Guðmundsson, Davíð Stefán Reynisson, Birkir Smári Guðmundsson, Guðjón Andri Jónsson, Þorsteinn Gauti Hjálmarsson, Andri Björn Ómarsson, Andri Þór Helgason og Arnar Birkir Halldónsson. Á bekk framara eru sjálfsögðu Guðmundur Helgi Pálsson, Hallgrímur Jónasson og Elías Bóasson. En í liði Akureyrar markverðir eru Tómas Ólafsson og Arnar Þór Fylkisson. Útileikmenn Andri Snær Stefánsson, Patrekur Stefánsson, Garðar Jónsson, Ígor Kofinsinski, Arnar Þór Þorsteinsson, Arthur Gylfi Finnsson, Kristofur Jóhansson, Róbert Sigurðarsson, Sigþór Árni Heimisson, Sigþór Gunnar Jónsson, Daði Jónsson, Mynd Ágast Dómhjus og Arthur Gylfi Finnsson. Á bekknum er að sjálfsögðu Sverri Andreas Jakobsson, Ingimundur Ingimundarsson, Guðmundur Daði Kristjánsson og Arthur Gylfi sem er greinilega þá ekki leikmaður í dag fyrst hann er starfsmaður D. Þannig að við tökum hann tilbaka. En þetta fer að bresta á. Dómarar í dag eru Jónas og Svavar. Ég segi mikilvæg stig hér í boði. Þetta er sanngjarnlega 4 stiga leikur. Liðið sem að vinnur það verður í 7. sæti fyrir það jólafrí. Og það eru bara 11 umferðir eftir í deildinni eftir hennar leik. Þannig að það er farið að styttast í lokinu þessari deild. Þetta er búið að vera ótrúlega hraðmót. En ef við rennum aðeins yfir lið gestana, þeir eru búin að koma mörgum óvart framararnir með bara einfallega góðri stigasöfnun og hafa verið að spila ansi vel, unnu mjög öruggan og góðan sigur á Val hér daginn. En í liði þeirra Arnar Birkir Halldónsson komið 90 mörk. Sá er búin að vera öflugur í vetur, greinilega nýtur sín vel í framborunum. Andri Þór Helgason með 73 mörk hjá þeim. Þeir eru búin að vera atkvæðamiklir ásamt Þorsteini Gauta með 77. En það er nokkuð ljóst að okkar menn byrja með boltan. Byrjum á með Andra í horninu, Robbi er í skyttunni, Patti á miðjunni, Mynd Ágas í hægri skyttu, Kristján Ári í horninu og Frikki á línunni. Sjáum að Krissi hefur greinilega farið í rakstur
Hann var með glæsilegt permanent hér á dögunum en hefur virkilega skafið það á sér. Og þá er þetta að byrja. Það er bara fínasta mæting hér í K-milinu og við viljum þetta alltaf sjá aðeins fleiri. Myndi kemur á þetta, brotið á honum, aukast. Það var alveg glórulega sending en kom ekki að sök, brotið á honum. Og þá kemur Robby á þetta, brotið á honum, já. Vel gert hjá Bjarti þarna, lét hann ekki, Robby ekki komast upp með neitt þarna. Og höndin er komin upp. Patti með sendingu sem að mistakst. Hraðalegur. Og glæsilega gert. Þorgeir Bjarki með fyrsta mark leiksins. Laumar hann yfir höfuðið á Tómasi. Já, ekki gekk fyrsta sókn okkar manna nægilega vel en það er náttúrulega nóg eftir að bara búið rétt mínútu af þessu. Myndi upp og frumar þessi netið. Myndi búinn að vera mjög öflugur á undanförnu og tekið að skarið. Það sem er náttúrulega nákvæmlega sem Akureyri vill fá frá honum. Mikilvægt að hafa skyttur sem geta plaffað á markið og þóraði líka. En þá kemur fyrsta uppstillta sókn gestanna. Smá hasar á línunni hérna. Valdimar í ströngu hérna. Arnar Birkir, hann er magnaður skoðkapi. Skorar hérna af gólfinu, förstu skoti. Hann hefur bara skotleyfi hérna í frambúrunum og leiðist það ekki neitt. Þessi menn eins og Arnar Birkir sem elska að skjóta, þeir geta unnið leiki en svo reyndar þeir líka að tapa en hingað til í vetur hefur hann verið mjög stór partur í því að Framarar hafa verið að fá þessi 11 stig sem þeir eru komnir með og þau verða alveg klálega fleiri, þeir eru að spila mjög aðal og flotta bolta. Höndin er komin upp, Patti á þetta er ruðningur, hárrétt. Það vantaði smá fín hreyfingu í þess að fintu þarna, hann áð bara þarna á vörðuna. Og Framarar geta náð 2 marka forskoti. Allt opið, Tómas með flotta vörslu en Valdimar sækir vítakastið. Andri Snær fengið eitthvað högg. Það hefði fengið hné í læri, þetta lítur svolítið svoleiðis út. Hann ætlar að harka af sér en ef þetta er hné í læri þá verður þetta ansi vont á morgun. En Andri Þór Helgason skýtur strax úr vitinu en Tómas er við honum. Vel gert hjá Tómas að sjá við honum að Andri ákvað að skjóta strax úr vitinu. Það vill nú oft gefa vel en menn eru oft ekki tilbúinir í markinu. En Arnar Birkir heldur áfram að skjóta og skorar sitt annað mark í dag. Og staðan 3-1 og ekki veit ég hvað Robby var að gera þarna en það var enginn í hotinu. Andri var búinn að koma sér fyrir miðunni og þetta er ekki svo byrjun sem við vorum að óska eftir. Framarar hafa verið að nýta sína sóknin mjög vel
og geta komist í 4-1. Arnar Birkir með þrumuskot. Daði verður að fara að mæta honum. 3 mörk frá Arnari Birki. Sá er í stuði í dag. Og þá skiptir Andri út af, Ígor kemur inn á. Ígor reyndar hefur verið að koma öflugur inn þegar hann hefur fengið sensinn. Vonandi að nýti sensinn vel að þessu sinni. Þá guldspjald á loft. Sýnst að vera Sigurður Örn sem er að fá guldspjaldið. En áfram heldur sótt Akureyrar. Og Robby kemur á þetta. Ruðningur. Ég segi eiginlega bara já hérna hér. Þetta er ekki að líta vel um og Arnar Birkir með þrumuskot á gólfinu og það endar í netinu. Og Sverrir tekur leikhlé, enda fátt annað í stöðunni. Framar hafa nýtt allar sína sóttir til þessa og Arnar Birkir heitur á gólfinu og er að plaffa hérna 4 skotum í röð á gólfinu og þetta er allt inni. Eins og segi, sigurlið í dag, það fer upp í 13 stig og upp í 7. sæti í deildinni og það er nokkuð list að Framararnir ætla sér það. Þetta eru mjög mikilvæg stig. Líka bara upp á innbyrðis viðureignir, ef að lið enda jöfn í deildinni þá skiptir innbyrðis viðureignar mjög miklu máli og Framar komið sér í góða stöðu að vinna hér í dag því þá eru búin að vinna báða leikina til þessa móti Akureyri. En þetta er svo sem bara nýbyrja, við þurfum bara að ná að kveikja á vörninni betur og mæta Arnari Birki. Og þá kemur Sissi á miðjuna, Sigþór Árni Heimisson. Hann spilaði á móti Haugum í síðasta leik, það var hans fyrsti leikur eftir dágóða pásu. Búinn að eiga við smá meiðsli í kappinn. Það er áhugavert að sjá hvort hann á að kveikja smá lífi í sóttaleiknum. Það er glæsilega gert þegar Þorgeir Bjarka komið fram og skorar. Og staðan orðin 6-1 fyrir gestina. Já, þetta er svolítið slögt í stemningunni hérna í káfélinu. Það er aðalega bara trommusveitir sem er að láta heyra í sér. Ígor sleppir að fara inn hérna, Sissi á þetta og Patti. Þetta er aðeins meiri kraft þarna en góð vörn hjá gestunum. Eins og segi, Framararnir að spila bara virkilega vel úr sínu. Ekkert dæmt þarna. Og aftur skora Þorgeir Bjarki. Og staðan er 7-1. Já, hérna hér. Hvað erum við að fara að sjá hérna í dag í káfélinu? Þurfum við ekki bara að fá myndið til þess að plaffa meira markið. Það virkaði gáður eina mark sem við höfum bara að fá. Patti. Myndi, já, hvað segi ég? Myndi með undirvallarskot sem að steinleikur í netinu. Og laga stöðuna aðeins. Ég segi við verðum eiginlega að fá með bara þess að plaffa marki með því ná mikið að opna vörnina betur. Og Myndi er klálega maðurinn í það.
og þá skorar Þorsteinn Gauti Hjálmarsson sitt fyrsta mark í leiknum. Þetta er að bera sóknarleik þessar liða saman er bara valla hægt. Framarðir að leika sér að þessu meðan okkar menn við höfum valla fengið færi. Leiðir þetta að segja þetta. Patti á þetta, kemur í netið en búið að flauta hana. Þetta já, við þurfum að fá aðeins betra spil í gang. Við erum lítið að ná að hreyfa við vörninni. Patti, rótið honum, guldspjaldaloft. Bjartur Guðmunds sem að fær það. Myndi ekki, markið stendur ekki. Frikki er ólöglegur á línunni. Þannig að staðan er ennþá 8-2 fyrir gestina. Frikki ekki parsáttur með þetta en dómararnir ráða sjálfsögðu. Tómas sér við Arnari Birki en hann fær auðkasti. Enn er Frikki að kvarta undan þessum dóm hérna áðan. Ég sá þetta ekki, ég var það einbeittur að fylgjast með myndi sem að kom boltar með netið. Frábær vörn hjá Daða, hérna lokar á línuna. Uppsker guldspjald fyrir það. Lokaði hérna á Valdimar á línunni. Það var allt opið fyrir Valdimar núna og hann skorar. Já, þetta er ekki alveg sami varnarleikur. Við vorum að vuna að sjá Akureyri á undanförnu. Við höfum byggt á góðri vörn og öflugri markvörslu. Tómas er með betri markvörum í deildinni til þessa. Sissi. Hann er ekki svo hæst í loftinu en laumar boltann yfir vörnina. Mikilvægt að fá Sissa aftur inn í liðið. Það er svona aukin hraða í sókninni á okkur. Það er allt opið á línunni og Valdimar skorar hans annað mark í dag. Já, þetta leiklega Sverri ekki alveg skila sínu. En það er svo sem bara rúmar 11 myndir búinir af þessu leik, það er ennþá nóg eftir. Boltinn í fótinn hana á Þorsteini Gauta, en bara aukast, engin ásendingur hana. Patti, Sigur Örn sér gjörsálega við Patta hana, en áfram heldur sóttakamanna. Styttist í hendina, já, vanda kemur hún. Myndi á þetta. Krissi, glæsilegu Krissi. Kristján Orri, ótrúlega öruggur í horninu. Minkar þetta aftur niður í 6 mörk. Við þurfum að vera duglegri að vinna menni sem myndi að gera þarna og koma boltan svo áfram. Gengið mjög erfiðlega að opna vörnina. Arnar Birkir með hörku skot framjá en búið að flauta hérna. Róbert fær guldspjald. Var í hasar hérna á línunni. Tók vel á Valdimar. Og áfram heldur sótt gestana. Á vonandi Arnar Birkir sé farin að missa miðið aðeins. Búinn að smell hitta að hinga til. Vítakast, þetta er hárrétt og Robby fjall þarna við en menn vilja bara einfallega þeir standi upp hérna
Jónas og Svavar vilja ekki sjá þetta rugl hérna. Og Andri Þór nýtir vítið vel. Skorar þessu sinni, Tómas sá við hann áðan. Þessi framarðir, þeir hafa það framjörg og þeir eru að spila einfallega bara hraðari og betra spil í sóttinni. Við erum miklu meira einstaklingshandtaki á okkur, eins og sjá þetta. Sissi skora gott mark en gerði þetta allt sjálfur. En skora þetta sitt annað mark. Staðan 5-11. Já, þetta sjá hvað Sverri og Diddi eru að ræða saman núna því að það vantar mikið upp á varnarleikinn. Mikill hasar á milli Robba og Valdimars á línunni. Þeir skiptast á að falla í gólfið. En þeir sleppa báðir með þetta og hafa stoppið til þessa. Hörku skot sem að Tómas tekur. Boltinn út af hann að Tómas á þetta. Mikilvægt að Tómas taki þessi skot fyrir utan. Nú þurfum við bara að halda rósinni, reyna að koma sér hægt og bítandi inn í leikinn aftur. Þú segir það, fyrirháleikur er að verða hálfnaður, það er nóg eftir að þessum leik. Patti kemur á þetta. Og þetta er skref á Patta. Ég hefði nú búist við að myndi fá aukastið hana en það var ekki svo. Og Arnar Birkir með skot sem að Tómas tekur. Það kom að því að Tómas sæði við Arnari Birki og sá fagnar þessu. Myndi og glæsilegur Myndi. Hans þriðja mark í dag. Robby gerði vel hérna, rikti vel, kom boltanum að klifti svo við Myndi sem að plaffa hann við fjær. Það er að færast frá því líf hérna í KM-lið og þá taka gestirnir leikhlé. Það er svo sem mjög skiljanlegt. En já, ætlaði að drauma byrjun framara hér í dag. Ég er náttúrulega með 5 marka forskot hérna. En það er að færa smá líf í okkar menn. Og ég vona bara að þetta verði hörkuleikur. En já, eins og segið, liðið sem vinnur, það nær 7. sætinu fyrir jól og er með 13 stig. Það er fyrir ofan þá Selfoss og IBVF með 16 stig. Þetta er skemmtilega jöfndeild og í 3. og 4. sæti eru svo FH og Valur með 18 stig. Afturhaldingar og Haukar eru kannski svona aðeins að stinga af á toppnum. Og ég verður veikinn, ég held að Haukarnir séu komnir á þar skrið að þeir muni nú klára þessa deild. En afturhaldingar þetta með hörkulið og að vera að gera flotta hluti í vetur. En þá höldum við áfram hérna. Tómas sér við Þorstein Gauta en klálega brotið á honum, hann fær aukast. Vörnin er aðeins að loka betur en það er samt ennþá glufur sem að framhaldin er að finna. Flott vörn hjá Robba þarna. Gerði vel í að stoppa Þorstein þarna. Aukastænt. Sverri ekki sáttu með það. Losa alltaf boltan þarna kannski rétt árin á broti virkilega á honum. Sem að virka ekki á honum og glæsilega hávörn. Ígor tekur þetta, kemur hann á Krissa. Krissi aftur á Ígor. Setur hann í slána og yfir. Nei. Sett hann beint í andliti á Danli Þór hérna.
og það er ekki verið gott. Það var eitthvað að hlúa á honum skiljanlega. Það er ekki gott að fá boltana beint í hausinn. Þetta er náttúrulega viss áhætta sem markmenn taka með að fara í markið. En hann er harður af sér og heldur áfram. Vel gert í honum, en Ígor verður að nýta svona færi. En aftur koma gestirnir í sókn, geta aukið munin í 6 mörk á ný. Arnar Birkir reynir að lauma honum á Andra Þór sem var búinn að leysa inn. Gekk ekki. Stoppuðu tíman aðeins. Smá bleita gólfinu. Jónas fylgist vel með Robba í vörninni. Enda Robbi og Valdimar búin að vera í tölvurum hasar á línunni. En það er bara mjög skiljanlegt að Jónas fylgist vel með þessu. Arnar Birkir á þetta, hvað er Frikki. Menn er gjörsamlega að sleppa svona, misti Arnar Birkir en ákvað samt að ríða aftan í hann. Klára 2 mínútur hérna. Arnar Birkir var bara furðu rólegur yfir þessu. Allt opið hér á línunni en Tómas glæsilegur. Dauða farið á Þorsteini Gauta en Tómas sá við honum. Þurfum á svona boltum að halda. Hvað þá þeir eru einu færri núna. Tómas kemur ekki út af. Við spilum manni færri í sókninni. Það er bara ekki oft sem maður sér það í dag að menn komi ekki með aukamann. Kemur Patti á þetta, Myndi. Já, þessi endar í netinu. Daniel var í þessum bolta en hann endaði í netinu þessi og staðan er 7-11. Myndi komið með 4 mörk fyrir okkar menn. Arnar Birkir með þrumuskot beint á Tómas. Tómas kemur honum fram á Ígor. Daniel sér við honum. Ígor búinn að fara illa með 2 hraðalöp. Vel gert að Tómas samt að koma boltanum fram á hann. En mér sýnist Andri Snær vera harkastur að koma aftur inn á. Glæsilegu Tómas. Lúðvík Þorberg nýkominn inn á. Skýtur strax en Tómas var verið frá honum. Tómas kominn í gang. Og þá sýnist mér Ígor eigi að koma út af. Akkur er að fá fullskapaliði núna. Jep, og kemur Frikki inn á línuna. Vorum að Frikki sjáu það sér, það var klaufalegt brot hjá honum. Myndi. Krissi kemur á Krissa. Krissi með stöngina. Og Akkur er farið innkast. Það var ekki endilega besta færi í heimi en Krissi gerði ágætlega úr þessu. En áfram heldur sókn okkar manna. Og Patti með skot að gólfinu og þessi, það er oft erfitt að fyrir markmenn að eiga við bolta þegar hann fer í jörðina. Og Patti með sitt fyrsta mark í dag. Og flottur kafli hjá okkar mönnum. Munur orðin bara 3 mörk, 8-11. Þetta er að vera hörkuleikur aftur. Arnar Birkir fær boltan hérna.
kemur aftur. Þetta eru 2 mínútur. Lúðvík gerði þetta flotta árás og Daði fær 2 mínútur. Hárrétt. En þetta er að sjálfsögðu bara aukast. En aftur erum við einu færri. Það gekk að vísu vel síðast. Nú þurfum við að treysta á að Tómas verði klár í markinu. Allt opið hérna fyrir Andra Þór sem að skorar. Hans annar mark í dag. En núna fáum við aukamannin sóttina. Tómas kemur út af. Og Ígor skiptir við Andra. Ekki besta innkoma Ígors til þessa. Vonum bara að Andri Snær sé klár í slaginn. Fekk hann að smá högg á hann. Patti Ávörðin tekur þetta. Hann nær þessu. En línadæm Þorgeir Bjarki gerði vel í hann á boltanum hann. Snýr hann í netið en var kominn inn í teginn. Svavar sá það vel. Þannig að staðan er enn 8-12. 50 sekúndur í mannin. Kemur Sissi á þetta. Fær mikla hrindingu hérna á bakið. Arnarbyrg fær guldspjald. Þá eru framvarðar búnir með sín spjöld í dag. Þá þurfum við að þurrka svitan. Já, við förum að séu markaskorun til þessa. Myndi með 4 mörk hjá Akureyri. Sissi með 2, Kristján Orri og Patti með 1 mark hvor. Í liði Fram, Arnar Birkir með 4, Þorgeir Bjarki líka. Valdimar Sigurðsson og Andri Þór Helgason með 2 og Þorsteinn Gauti með 1. Það er rétt lína. Þá kemur Daði inn í vörðina aftur. Sverrir ræðar hans við Myndi. En áfram með þetta. Arnar Birkir með hörku skot og þessi steinleikur. Hans 5. mark í dag og þetta er allt skot á gólfinu bara. Frikki eins og fljótur að svara fyrir þetta. Þá nær Patti boltanum, Robbi boltanum fyrir ekki. Stóð með aðeins út af laginu var virðist það var smá mistök á skýrslunni. Það vantar Frikka alltaf þá skýrslu sem ég er með. En við pælum ekki því, áfram með þetta. Patti. Við það komast í gegn, en vel staðið þarna í vörninni, Arnar Birkir og Þorgeir. Myndi, Patti, Andri fyrir ekki inn. Sissi glæsilega gert, en vel varið hjá Daniel. Daniel Þór tekið nokkra bolta í dag, en þetta var alveg verið vörð framvara sem hefur verið að skapa þetta forskot.
Áhugaverð hreyfing hjá Arnari Birki þarna. Var búinn að koma sér ágætis stöðu en ákvað svo að reyna furðulega sendingu aftur í sig sem gekk ekki upp. Eins sem maður veit ekki alveg hvað maður fær frá Arnari Birki hverju sinni. En kappinn getur spilað ótrúlega vel eins og hann hefur verið að gera í þessu skotum þessa. En þá setjum við upp í kerfi hérna. Patti með sendingu á Sissa, allt opið en fótur dæmdur á Sissa. Náði ekki alveg nógu góð taki á þessum bolta hana. Þá Patti settur út á móti Arnar Birki. Þetta ljótt að sjá vítakast og Robby með 2 mínútur. Fór beint í andlitið á Lúðvík hana. Þetta því miður bara hárrétt. Fór beint í andlitið á honum Lúðvík hana. Og Andri Þór fer á vítapunktinn í 3. skipti í dag. Og hann skorar. Kom með 2 mörk úr vítum Andri, 3 í heildina. Það fáum við aukamann í sóknina. Sissi kemur inn fyrir Tómas. Munur honum 5 mörk. Patti fara aukast. Sér framhald með bara eiga það. Þeir eru að spila bara mjög góða vörn, menn eru mjög hreyfanlegir og gefa fá færi á sér. Allt opið hins vegar fyrir Frikka sem skorar, en hvað er þeir að flauta hér? Þetta finnst mér áhugavert að svafa hérna. Það segja sig klafs hérna milli Frikka og Bjarts. Og hann stoppa leikinn þegar Frikki er að skora. En við höldum áfram með leikinn. Því er ekki kvart undan þessu, bara áfram með þetta. Patti tekið niður, bara glæsileg vörn hjá Sigurði Erni þarna. Og styttist líklegast í höndina. Já, þetta kemur hún. Sjá myndi bara plaffa þessu hérna. Sigurður stoppar hann, aukast, við erum bara að stilla upp fyrir myndi held ég. Gerir það eins og var ekki. Áhugaverð tilraun hjá myndi þarna, en Daniel Þór varði vel. Ennþá 15 sekundur rúmar í mannin hjá okkur. Framarar fá þetta eina ágæti sókt, einu fleiri til þess að geta opnað okkur. Komið sér 6 mörk á ný. Arnar Birkir með hörku skot sem er fyrir neti. Hans 7. mark. Ótrúlega öflugur þessi skotagólunni hjá Arnar Birki. Hann má ég bara segja, munur á liðnum í dag. Rótið Andra. Það vantar alltaf svolítið í Ídæl Akureyri þegar það vantar bæði Strópus og Binna. Vantar auðvitað svolítið skiptu vinstra megin. Vonandi að menn verða klárir. Það er að segja vonandi bara að Binni verði klár eftir áramót. Þessi pása verður svolítið kærkomin fyrir okkar menn. Myndirinn er komin í hornið, gengur ekki, en aukastið dæmt að sjálfsögðu. Hönd er komin upp, þú þurfum að fara að gera eitthvað. Sissi, brotið á honum.
Rétt rúmlega mínúta eftir að fyrirháleik, höndin eru uppi. Minde, Sisse, Krissi inn, skora, glæsilega gert hjá Krissa. Annað mark Krissa hér í dag. Virkilega öflugt að fá mark þarna, voru komnir í vandræði sáttinni og þetta var nú ekki besta færi sem Krissi hefur fengið á sínu ferli, en klára þetta vel. Þá er spurning, á framarnir að bæta við, Valdimar, búið að flauta, var uppkastið þarna, hann var við það að sleppi gegn hann að Valdimar á línunni. Arnar Birkir, hann plaffar, nei, bolt stendur á honum, 15 sekúndur eftir, það væri mikið að minnka það niður í 4 mörk. Minde, skýtur yfir og Framar að fá hérna smá möguleika eða, nei, Daniel Þór er of lengi á boltanum og Tómas grípur hérna bolta frá Lúðvík og sjá að Sverri vill fá minn strax inn í klefa að fara vel yfir spilamennskuna í hálfleiknum. Það verður ekki verið nógu gott og Framar er bara mjög sanngjarnt með 5 marka forskot eftir frábæra byrjun sem komast með hans í 10-2. En já, markaskorar hér í dag. Minde er með 4 mörk fyrir Akureyri, Kristján Orri og Sigþór Árni með 2 mörk. Patrik Stefánsson og Frikki með 1 mark hvor. Í framleiðinu Arnar Birkir með 6 mörk, Andri Þór Helgason og Þorgeir Berki með 3 mörk hver. Valdimar Sigursson 2 og Þorsteinn Gutti 1. En við skellum okkur í hálfleik í smá hlé og sjáumst klálega í seinni hálfleik.
allir stappar, standa upp og klappi senn. Bæjarstjórinn reynir að rappa og rokka fyrir sína menn. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Boltan af gömlum sið og gerum alveg drumum að. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Upp í stúku allir stappar, standa upp og klappi senn.
Jæja, við erum velkomin aftur í KM-lið, gott fólk. Staðan í hálfleikjarni 10-15 fyrir Fram. Frábær byrjun gestanna skapa þetta forskot sem að Akureyri vísu náði niður í 3 mörk á tímabili, en aftur náðu Framararnir að gefa í og munur því 5 mörk. Og þeir einmitt byrja með boltan líka í seinni hálfleik. Ég segi Arnar Birkir Hálfdánsson búinn að vera feiki öflugur fyrir Framarana hér í dag. Veistu hver einsta skot sem hann hefur tekið í dag endaði í netinu. Þegar hann verið í þeim ham þá hafa Framarar verið að fá mikið af þessum 11 stigum sem þeir eru búin að fá. En það verður áhugavert að sjá hvernig Akureyri kemur til leiks inn í síðari hálfleik. Sverri var ekki sáttur og tók menn fljótt inn í klefa. Enda, já, vantað töluvert bit bæði í varnarleikin og sóknarleikin. En það er svona aðalverið varnarleikur sem hefur verið erfitt að horfa upp á. Framherjar hafa svolítið leikið sér að því að koma sér í færi. En þá er allt klárt fyrir að síðari hálfleikur byrji. Og svo var flautar hér síðari hálfleikinn á. Það er líka svo mikilvægt að hafa leikinn í járnum upp á að sé meiri stemning í húsinu. Því að þetta er alltaf erfiðasti heimavöllur landsins og það er þegar stemningin er í gangi. Arnar Birkir með glóruleg skot. Þetta getur hann enda líka. Þetta var hátt yfir. Ég segi, hann er svona annarkvot eða gæi, annarkvot er hann gjörsamlega með þetta eða ekki. Mjög skemmtilegu karakter. Kasta vísu bolta í stuðningsmenn Akureyrar undir lok síðasta leik þessara liða sem var náttúrulega að sjálfsögðu var rautt spjald hjá honum. En ég segi það er gaman að karakterum í þessu og þá kemur Kristján Orri Jóhansson með mark fyrir utan. Hans 3. markið í dag. Minkamuninn í 4 mörk. Flottur Krissi. Einstaklega öruggur í horninu og getur líka lyft sér upp fyrir utan. En þá svarar Lúðvík með flottu skoti. Gjörsamlega niður við stöng. Hans 1. mark í dag. Sissi kemur á þetta, setur hann að myndi. Patti. Arnar Birkir sér eins að við honum. Virkilega góð vörn. Á sama tíma eru K.A. og Þór að spila í bóganum. Staðan er að því sem best veit 1-0 fyrir K.A. Hann byrjaði kl. 3, hann er að fara að líða að lokum þess leiks. Patti á þetta en hittir ekki ramman. Ekki verið besti leikur Patta hér í dag. En þarna vildi Sverri fá eitthvað. Ég held að það hafi bara verið einfallega ekki neitt eins og þeir dæmdu. Alltaf hrifinn af því þegar má aðeins snerta og svona. Þetta er handbolti íþrótt með snertingu. Hvað dæmað er hér? Daði stendur upp og fær brottvísun. Brýtur hérna á Valdimar sem var á línunni. Og Daði er að fara út af í annað sinn í dag. 4. brottvísun Akureyrar í leiknum. Framar er ekki enn farið í skammakrókinn. Þá kemur Arnar Birkir með skot sem að Robbi bara hálf grípur og Anders Snær róa leikinn niður.
og skiptir Tómas. Sissi kemur svona aukamaður í sóknina. Kemur Minde í skiptuna. Sissi á Patta, Patti á Frikka í línunni og Frikki skorar. Virkilega vel spilað og hvað er að gerast hér? Arnar Birkir er að fá brottvísun. Fyrsta brottvísun framara. Einhver bakgrinding hérna. Frikki með sitt annað mark í leiknum og Arnar Birkir í 2 mínútna pásu. Þannig að bæði lið með mann út af núna. Framar að bregða sjálfsögðu á þar á að fá aukamann í sóknina. Lúðvík finnur Valdimar og Valdimar skorar. Valdimar komið 3 mörk á línunni. Búinn að vera mikill kraftur í honum. Þá kemur Patti sér í gegn. En Daniel Þór í markinu ver frá honum, dauðafæri. Daniel Þór búinn að vera bara flottur í rammanum hjá gestunum. Tekið nokkra bolta og verið hérna fyrir aftan öfluga vörn. Þetta ætlar að verða erfitt. Lúðvík kemur á þetta, allt opið í horninu, fer ekki inn. Lúðvík í engu jafnvægi hérna, liggur aðeins eftir. Hvað er uppkastið? Akureyri er með fullskipað lið. Framar eins og segir, er með aukamann í sókninni, þannig að þeir eru að spila með fullskipaða sókn. Lúðvík á þetta, hittir ekki markið. Ég segi mikilvægt að við náum að minnka þetta, fá smá stemningu í húsið og fá þetta aðeins með okkur. Minde kemur hann andarsnæði, Andri skýtur í stöngina en Frikkin er frákastinu. Sissi laumar hann á Frikka, gengur ekki. Sissi, rauðningur, átt að losa hann fyrr niður í hornið. Þetta hefur ekki alveg verið okkar dagur. En það eru ennþá rúmar tæpa 24 mínútur eftir þessum leik. Það var bara að halda áfram. Lúðvík á þetta, Minde stoppar hann, aukast. Bjartur sitt kattar í kerfi hérna með Lúðvík á miðuna, Arnar Birkir allt opið í horninu, Tómas ver hann inn, Þorgeir Bjarki kemur í sig netið en Tómas var ekki langt frá því að loka á þetta. Allt opið í horninu en brotið á Minde, kemur ekki boltan alla leið á Krissa. Staðan 12-18, Framararnir eru í mjög góðri stöðu og með gott tak á þessum leik. Patti, Minde, fótur, já, 2 mínútur. Hann setti fótinn örlítið fyrir hérna Andri Þór. Og þetta eru 2 mínútur, þetta er bara einfallega, svona er handboltinn. En nú þurfum við að nýta okkur þetta, við reynum fleiri. Minde með sending á Andra og Andri aftur í stöngina út. Það virðist ekki alltaf að vera dagur vinstra hossins hjá okkur. Andri er 0-2 og Ígor var líka 0-2.
en þá koma framarar. Arnar Birkir kemur hann á Lúðvík, allt opið með Valdimar. Daði stoppar hann, Daði verður að passa sig, búinn að fá 2-2. Næsta brotthúsin hefur rautt spjald, en hann verður að passa sig, en vel gert hjá hann þarna. Lítið að gerast, höndi komin upp, Lúðvík ávæta, Daði gjörsamlega með hann þarna. Fekk hérna högg á nefið. Áfram heldur leikurinn, höndin eru uppi. Þetta skjóta á það að Arnar Birkir taki á skarið. Tekur Andri Snæran úr umferð, þannig að Lúðvík verður að reynir að finna Valdimar, gengur ekki, en aukast í dæmt. Geta ekki verið margar sendingar eftir, þeir þurfa heldur bara að skjóta strax. Það er náttúrulega Arnar Birkir, klappar þessu og skorar. Hans 7. markið í dag. Ótrúlegu leikur hjá Arnari Birki. Þetta er bara alls ekki flókið, hann þarf bara að skjóta, vill ekki sem stökkva upp, hann vill bara plaffa þessu á gólfinu. Þá er allt opið fyrir Minde og Minde skorar. Minde með sitt 5. mark í dag. Þá skiptir Andri út af og Ígor kemur inn á. Við verðum að fara að fá mörk úr þessum hornafæri sem við verðum að fá ef við ætlum að gera eitthvað leik úr þessu. Daði að fá brottvísun, sýnist mér. Hans 3. brottvísun, það er rautt spjald. Já, þarna kemur rauðarspjaldið. Valdimar búinn að vera mjög erfiður við að eiga á línunni og þarna fíkur Daði út af í 3. sinn. Ég segi það væri svo sterkt ef við gætum notað Ditta. Ditta ekki búið að vera með í vetur. Og á sama tíma þá erum við að fara aftur 2 mínútur. Robby út, Lúðvík skorar en Robby fær 2 mínútur. Þetta er að vera ansi erfitt hérna í Kamilinu. Gott að Arnar Birkir hafi fengið eitthvað högg hérna, en allavega eitthvað Sigurður Örn alltaf tók aðeins utan um hann og baði hann að róa sig. Akureyri 2 færri, færa við þessu aukamann í sóknina, það eru 5. En 13-20 er staðan og Akureyri sár vantar mark. Lítið að frétti sem þið sótt, menn verður að fara að sækja á þetta. Sissik fer út. Arnar Þór Birgisson verður klárið að koma í ramman. Höndin er komin upp. Þurfum að gera eitthvað. Minde. Brotið á honum. Stillið bara upp fyrir Minde. Fimm sendingar eftir. Minde plaffar þessu í slána og yfir. Þetta virðist að vera að saga þessa leiks hjá okkur. Það er stöngin eða sláin út. Einhver ástæða það gengur klukkan ekki í húsinu. Og Maggi Siguróla stoppar hérna þegar Þorgeir Bjarkir í dauðafæri í horninu. Þá stoppar Maggi Siguróla tímaverður. Þannig að klukkan hafði þetta verið að ganga. Akkurat með 2 menn út af.
En Framar er ekki alveg ánægði með dýpa setningun á hvenær Maggi stoppaði þetta. En rétt skal vera rétt. Það þarf að koma svona hlutum í lag. Maggi byrst afsökunar á þessu. En eins og ég segi, rétt skal vera rétt. En nú það gengur klukkan núna og Maggi er að koma þessu réttar skorfur hérna. Og þá höldum við leiknum áfram. Ígor stelur þessu virkilega vel. Nú þarf bara að klára þetta. Og hann skorar. Ígor að skora sitt fyrsta mark í dag. Búinn að fá 3 hraðalöp í dag. Loksins skorakappinn. Mindek stoppar Bjart þarna. Bjart var með no pláss þarna en Mindek náði að stoppa hann. Það erum við að sjá hér Krissi. Erum við að fara að sjá rautt spjald eða? Það er rautt spjald. Krissi fer þarna fast í Lúðvík og uppsker beint rautt spjald. Já, hérna hér. Akureyri er með 2 rauð spjöld hér í dag. Lúðvík staðinn upp og er klár aftur í slaginn. En já, hérna hér. Þetta ætlar að vera ansi erfitt og er Akureyri með 3 útileikmenn. 3 út af nokkra mönnum. Framarðir hljóta að nýta sér þetta. Annað væri ótrúlegt. Allt opið í horninu. Hann fer ekki inn og höldi komin upp. Þetta er eiginlega magna hvað þetta gengur í þetta hjá þeim. Allt opið í horninu núna. Og Þorgeir skorar. Samt ánægður með dómara leiksins að setja höndina strax upp enda eina í stöðunni. Þorgeir fór ekki inn úr fínu færi, en já, 7 marka munur, 18 mínútur eftir af þessu. Er einhver möguleiki að koma sér aftur inn í þetta? Við erum búin að missa Krissa og Daða út. Gefur myndi, setur hann, nei, brótið á honum. Garðar komin í hornið. Patti. Sóknarbrot. Dæmt á Frikka sýnist mér. Já. Frikki er svolítið ólöglegur í dag samkvæmt Jónasi og Svavari. Ekki er Frikki ánægður með þetta en þeir að það ráða sig hér. Kemur Robbi inn. Allt opið á línunni. Lína. Arnar varði hérna vel frá Bjarti en Lína dæmda Bjart og Akureyri kemur í sótina. Ef við ætlum að gera leik úr þessu þá þurfum við að fara að ná að höggva þess á þetta. Akureyri með fullskipað lið. Myndi. Nær ekki að koma honum niður í hornið. Patti kemur á þetta, klappar þessu, varið, Frikki skorar. Virkilega vel gert hjá Frikka þarna. Frikki með sitt 3. mark í dag. Það þarf að tíma að setja svona vel, stökkva, grípa boltann í loftinu og skora. Það er ennþá möguleiki
í þessu. Síðan hálfleikur að verða hálfnaður, munurinn 6 mörk. En þá þarf náttúrulega okkar menn að halda sig inn á. Valdimar skorar hérna. Arnar var í þessu, en boltinn endaði netinu. Ég segi Valdimar verið okkur erfiður. Komið 4 mörk á línunni. Og verið bara duglir í reykingum og bara verið í miklu basli með hann. Sissi á þetta, sækir vítakastið. Sá þetta smá gat milli 1 og 2, réðast á þetta og sótti vítið. Og það er Ígor sem tekur vítið. Engin Akureyringar reyna við frákastið. Við treystum á Ígor klára þetta. Stöngin út. Já. Frikki stappar stálunni í Ígor. Menn þurfa að halda áfram. Það er ennþá möguleiki. Menn þurfa bara að fara að ná einu góðum kafla. En eins og segi, Framar er bara búin að spila mjög vel og agað. Og þeir finna alltaf færin. Valdi var á línunni og hann skilur þessu. 5. mark hans. Myndi. Þá er Arnar Þorri mættur á miðjuna. En eins og segi, þetta verður kærkomið að komast í þetta frí sem tekur við núna. Akureyri þetta búið með ansi langa meiðslalista og mikilvægt að fá menn tilbaka. Ég er með vísi búinn að fá Sissa sem er með bolta núna. Myndi brotið á honum og Sverre tekur leikhlé. Átta marka munur. Skulum kíkja yfir. Rennum við markaskorara. Á Akureyri Myndi með 5 mörk. Frikki og Kristján Orri með 3. Sigþór Árni með 2. Patti 1 og Ígor 1. Framararnir, þar er Arnar Birkir með 7 mörk. Og þeir Þorgeir og Valdimar með 5. Andri Þór með 3. Lúðvík með 2 og svo var Þorsteinn Gauti með 1 mark. Ég segi Framararnir hafa verið að spila þetta virkilega vel og eiga það að þeir gera svo vel bara úr því sem þeir hafa, sem er bara flott liðseild og ekki strákar sem kunna bara skjóta markið. Það er bara rosalega mikilvægt að hafa menn sem geta skotið fyrir utan. Eftir að Akureyri misti Strópus í meiðsl hefur verið minna það að einhver annarri Myndi geti plaffað fyrir utan. Það er rosalega erfitt að spila 60 mínútur með rauninni eina alvöru skyttu. En áfram heldur leikurinn. Nokkur fara að liggja aðeins á. Ef við ætlum að reyna að gera eitthvað leikur svo þurfum við að fara að byrja á þessu. Glæsilegt mark. Myndi með glæsileg sirkusmark eftir sendingu frá Ígor. Alltaf gaman að svona saman hvernig staðan er. Þetta kveikir aðeins í húsinu, en það þarf meira til. Arnar Birkir með skot í stöngina. Eða varði Arnar þetta í stöngina. Allavega, hér komum við sóttina. Robbi með, Ígor ekki inn úr horninu. Og Robbi skiptir. Sissi kemur inn á.
Sissi kemur á þetta myndi. Arnór Þorri, hann getur alveg skotið myndi með hörku skotin beint á Daniel í markinu. Daniel Þór, eins og segi, búinn að eiga fínan leik, hann hefur verið taka þessi skot sem var ætlast til að markmennin taki. Lítið að gera sér sóttinni, en aukast eftir þarna. Myndi fer þarna óvart. Smá hendunar í andlitið á Valdimar, en allt í góðu. Allt opið fyrir Arnar Birki. Þrátt fyrir að vörnin hafi komist í þennan bolta, þá var það fast að það fá beint í markið. Arnór Þorri með skot beint á Daniel. Og Sissi með skot framhjá kjölfarið. Já, þetta að verða ansi erfitt og mér held að við getum eiginlega að bóka sigur gestana. Allt opið í horninu og Þorgeir Bjarki skorar. Hann har skorað sitt 7. mark í dag. Arnar Birki gerði vel hérna í að opna fyrir hann og láta hann detta í hornið. Ég verð bara að segja, Framararnir, þeir eiga bara algjörlega skilið að vera í 7. sæti núna eftir þessa pásu, eða fyrir pásuna myndi ég. Flott liðseild og eins og segi, margir sem að reiknuðu með að þeir myndu jafnvel bara fara að stiga lausir getum mótið. Það er svo sannarlega ekki að gerast. Þá skora Sissi fyrir utan. Sissi með sitt 3. mark. Munurinn 8 mörk. 10 mínútur eftir að þessu. Já, óluleg blokkering á Valdimar hérna. Ígor 1 frammi, skorar. Æja, það er ennþá smá möguleiki á þessu, en þá þurfum við fleiri svona mörk. Gott að það var ekki verið fyrsta skipti sem var dæmt á Valdimar á línunni. Getur yngur unna með það. Þá er mættur Guðjón Andri Jónsson í skiptunni áfram. Lúðvík sækir vítakast þarna. Já, ég veit kannski ekki alveg hvað það hefur rétt að maður vítið þarna, en það er alltaf niðurstaðan. Andri Þór Elgarsson á punktinum. Hann skorar. Komum með 4 mörk í dag, 3 úr vítum. Arnór Þorri reynir, gengur ekki. Þá fáum við Tómas Ólason aftur í markið. Arnar fann sig ekki alveg. Og þetta heimir hérna Bjartur út af í 2 mínútur. Hékk hérna í Frikka á línunni. En Framarnir þeir bara brosa þess á bekknum. Enda staðan góð fyrir þá. Þeir eru að sigla þessu eins og staðan er núna. Verður að veikina, þetta eru mikið vonbrigði. Bjóst hérna við hörkuleik. En það var það ekki. Sissi, allt opið fyrir Ígor. Ígor hausar. Vel gert hjá Ígor. Klárar hérna. Hann með sitt 3. mark. Hausaði Daniel hann í markinu.
Hér stoppaði leikinn Jónas og Svavar. Hvað ætli sé málið? Ekki veit ég hvað Maggi Sigurðarlega setja út á núna. Tímaverður okkar. En áfram heldur þetta. Ígor og Arnar Birkir í einhverju samræðum. Áhuga hvað fer þar á milli því að Ígor kannski enda svo sleipast í enskunni þó að sé að koma til. Kannski Arnar Birkir bara öflugur í úkraínskunni. En aukakast. Valdimar fær aukast á línunni þarna. Sigur Örn fer af 0% krafti á vörnina þarna og bara býta fyrir aukastið þarna. Vörnin sendi bak á línuna. Lítið að frétta hérna, höndin uppi. Stillaði vantanlega fyrir Arnar Birki. Eða hvað? Tómas en lína dæmd á myndi og Framarar halda boltanum. Það fellur lítið sem ekkert með okkar mönnum hér í dag. Ófá skoti inn í stöngina eða slána út. Og svona lítil atriði sem hafa verið að ekki endilega falla með okkur. En samt Framararnir hafa einfaldlega verið betri í dag. Lítið sagt við þessari stöðu, annað en það að Framararnir hafa bara verið betri og Valdimar skorar hérna. Þá kemur Frikki með glórulausa sendingu. Og Þorgeir Bjarki skorar. Þetta að leysast upp eitthvað rugl hérna í Kamilunu. Níu marka munur. Hver hefði reiknað með því? Arnar Þorri allt opið fyrir Garðar. En Daniel ver frá honum. Allt opið hérna. Og Andri Þór Helgason skorar sitt 5. markið í dag. Jæja. Hvað menn verða nú geta klárað þetta fullu krafti. Sissi enda gerir vel og nær boltan tilbaka en Myndes gerir það sjálfur og skorar. Tristi ábúinlega ekki Garðari eftir klikkið á en hann gerir þetta bara sjálfur. Það allavega gaf mark. Og já, það eru nokkrir byrjaðir að yfirgefa húsið. Við veitum allavega þetta sagt ykkur frá því að Káa Þór leikurinn er búinn. Hann fór 2-0 fyrir Káa. Ásgeir og Baldur með mörkin. Bæði liðið þetta byrja sitt undirbúningstímabil fyrir næsta sumar. Valdimar Sigurðsson alveg saman með það. Hann heldur bara áfram að skora. Hans 7. markið í dag. Arnar Þorri með skot í gólfið og í netið. Fyrsta mark Arnars í dag. Jæja, reynum allavega að halda þessu undir 10 marka mun. Tómas grípur boltanum frá Þorsteini Gauta. Bolti fram á Ígor. Ígor skorar. 4. mark Ígors í dag. Komið vel inn í þetta eftir að hann kom að öðru sinni inn á innan leik. Frikki stilur boltanum. Þetta er bara allt og seint
en þannig ánægð með metnaðinn að reyna að laga þetta aðeins. Þá kemur Sigþór Gunnar Jónsson inn á, ungur strákur sem að spila sem fyrsta leikmandi Aftureldingu daginn, átti þar flotta innkomu, mjög gaman að sjá hann fá sénsinn. Minde með skot sem að Daniel ver, en Akureyri fær innkast. Og Arnór Þorri með þrumu skot. Þetta getur hann. Annað markið á Arnór í dag. Ef hann fær svona færi þá getur hann svo sannarlega nelt þessi netið. Þá taka Framarar leikli 3 mínútur og 38 sekúndur eftir og þessi leikur er náttúrulega sjálfsögðu búinn. 7 marka munur. En já, markatalan getur auðvitað skipt máli ef að liður jöfn að stigum. Og með hvað botbaráttan er hörð, þá getur stór sigur hér í dag skilað miklu fyrir fram og á sama tíma verið mjög dýrkeyptur fyrir okkur Akureyri. En Framararnir er allavega að fara til 13 stig, skilja okkur Akureyringa eftir með 11. Og það sem kannski skiptir jafnvel meira máli er að þeir eru búin að vinna þá báða leiki liðana til þessa og eru þá með innbyrðis á Akureyri sem að er á bara auka stig, það er bara ekkert flóknara. Þannig að já, grunur að verði ansi gaman á heimferðinni á Framarum, komnir í jólafrí og staðan í deildinni bara ansi góð. Það er bara þannig. En þá höldum við áfram með þetta. Klárum innan leik. Þessi framlíkjandi vörn er að valda smá usla. Það hefði kannski verið aftilega að prófa þetta fyrr. Sigurður Örn með skot framhjá. Arnór klippið við Minde. Sigþór á þetta. Fær aukakastið. Garðar inn, setur henni stöngina. Engi lína, áfram með þetta. Tómas ver vel frá andra bitni hérna. Tvær og hálfa eftir. Minde allt opið, skorar. Minde með sitt 8. mark í dag. Hann og Arnar Birkir markaðastir í hvorum liðum með 8 hvor. Munurinn orðinn 6 mörk, en þá er það Sigurður Örn Þorsteinsson sem að kemur sér í gegn, skorar hans fyrsta mark í dag. Þetta er það bara, menn eru bara býðið þegar þessi leikur klárist. Ígor brunnar í gegn, snýr hann í netið. Hans 5. í dag. Hans markaðasti leikur fyrir Akureyri til þessa. Þetta er eins og þetta er orðið hálfgerður brandari þessi leikur. Þorsteinn Gauti í gegn og skorar þarna. Menn er að einstaklingsframtök, menn eru bara einfallega að reyna að bæta þessi mörkum hérna og tæp 1,5 eftir á þessu. Framarar eins og komið sér 10-2 í byrjunleik og síðan var aldrei spurning. Vísum minguðu menn þetta niður í 3 mörk í stöðunni 8-11 en
afturgáðu Framarar í og þeir eru búin að vera með mjög örugt tak á þessum leik. Tómas sér við Guðjóni Andra þarna. Já, þetta var glórulaust. Tómas varði frá Davíð Stefáni en léleg sending fram og Þorsteinn Gauti skorar. Hans 3. mark í dag, 40 sekúndur eftir að þessu. Munurinn afturinn 8 mörk, náu þessu niður í 7. Það er dundrandi stemning á bekk Framara og það er bara mjög skiljanlegt. Ekkert að enda myndið með sendingu sem misheppnast og Andri Björn er að skora. Bætir þarna upp fyrir glórulausa skotið þarna áðan. Og HÍ rennur tíminu út. Aukast eftir. Arnór Þórir tekur það. Og já, Arnór Þórir með skot af varnarveggnum og það fyrir aftan tók Daniel þetta skot. Og Framarar fagna öruggum sigri hér fyrir norðan. Og þeir, eins og segi, komnir í fína stöðu. Ekki það sem menn ætluðu sér hér í dag. Þessi leikur mikil vonbrigði fyrir okkur Akureyringa. En við verðum einfaldlega bara að hrósa gestunum. En já, 9 marka sigur Framara staðreynd, 25-34. Maður leiksins í okkar liði. Skoraði 8 mörk. Í besti maður vallarins hjá Fram var Daniel Þór í markinu. Ég hefði enda sjálfur valið Arnar Birki, var mjög öflugur í liði gestana. En markaskorinn í dag, Myndi með 8 mörk hjá Akureyri, Ígor með 5, Sigþór Árni og Kristján Orri og Friðrik með 3, Arnór Þórir 2 og Patrik með 1. Í liði Fram, Arnar Birki með 8, Valdimar Sigurðs með 7, Þorgeir Bjarki með 6, nei, hann með 7 fyrir ekki, Andri Þór Helgason með 5, Þorsteinn Gauti með 3 og Andri Björn, Sigurður Örn og Lúðvík með 1 mark hver. En við allavega þökkum fyrir okkur hér í dag, hér á Akureyri TV, og tekum við dágóð pása og eins og ég segi, ég held að við Akureyringar getum bara fagna því að vera komin í smá frí eftir það miklu törn sem búin að vera hérna að undanförnu. Fáum nokkra menn ferska inn aftur eftir erfið meiðsli og koma vonandi tvíeldi tilbaka í þessar 11 umferðir sem eru eftir. En takk fyrir okkur og gleðileg jólin!